Þess að eitt stík gegn Frökkum og hlýtur að vera sáttur? Já, bara mjög sáttur, mjög stoltur af liðinu, stoltur af teiminu og öllum í kringum liðið. Að ná í stiga mútið Frakklandi er ekki auðvelt og við gátum líka gert úti á mútið Frakklandi og bara mjög flott frammistaða. Stjörnu brýtt franskt lið, hvernig var svona máta sig við þessa leikmenn á öllum? Mér skiptir ekki máli hvernig hitt liðið er, við fórum bara inn í þetta og ætlum að gera okkar hluti vel. Við gerðum það, skorum 2 flott mörk, sérstaklega seinna markið og bara mjög stoltur af liðinu. Hvað veistu vera svona lykilatriði að ná þessu jafntefli? Náttúrulega vörðumst við mjög vel, miklu betur en á móti Úkraínu, en tóku samt líka bara hlutina sem við vorum að gera vel á boltanum á móti Úkraínu og gerðum það vel. Seinna markið eins og ég segi, bara mjög flott spil og Kristján klárar það vel og já, 2-2 á móti góðu frakka liði er bara mjög flott úrslit. Það var mikið höggalenda undir á móti Frökkum eftir að vera með forystuna. Hversu mikilvægt var bara að koma strax tilbaka? Já, það er alveg karakter að koma strax tilbaka og við hefðum alveg getað verið bara að vorkenna sjálfum okkur og haldið þetta væri búið en við komum tilbaka og það sýnir alveg karaktermerki. Ekki stress þarna þessar loka mínútur? Jú, maður er alltaf aðeins meira stressaður þegar maður fer út af og er á bekknum en ég hafði fulla trú á liðinu að klára þetta og bara mjög flott úrslit. Þetta bara tapið gegn Úkraínu, hvernig þið notuðu það sem bara innblástur? Horfðuð þið á tölfræðina? Já, bara eins og Arnar það er margir þjálfarar kannski hraunað yfir okkur eftir síðasta leik en hann fór bara og sýndi okkur, þetta var alls ekkert slæmur leikur, þetta var mjög mikil óheppni. Við gáðum þeim kjánaleg mörk en með boltann við erum mjög flottir, skorum 3 mörk, skorum 5 mörk í þessum glugga og það er skemmtilegt að horfa á okkur og við vonandi fannst fólk það líka í þessum glugga og heldur áfram að styðja okkur. Markaleikir á Laugardalsvelli, er þetta eitthvað sem íslenskir stuðningsmenn eiga að venjast? Bara vonandi sem flest mörk fyrir okkur og sem fæst fyrir hinn en já, bara skemmtilegt að horfa á okkur með marga flotta leikmenn, tekníska leikmenn og bara koma sem flestir og horfa á okkur spila. Þetta stig getur gert heilmikið fyrir okkur þegar svona á botninu kvöld? Já, algjörlega, ég meina við erum bara í bullandi séns, við vinnum Azerbaijan úti, það er bara úrslitaleikur á móti Úkraínu að komast í playoffið, þannig að við erum bara í bullandi séns. Takk fyrir þessu.